Ok, í þessu myndbandi ætlum við að spjalla svolítið andhverfanleg föll og áður en við gerum það ætlum við aðeins að skerpa á hugtökum eins og formengi, varpmengi og myndmengi. Nú, fall oft gefið með forskriftinni F frá svona tvípundur yfir í jóð og F af x jafnt og svo kemur einhvers konar formúla fyrir fallið. Þetta hérna er þá formengi fallsins. Hver eru leyfileg gildi á x í formúlunni og þetta er stundum kallað líka skilgreiningamengi og jóð er varpmengi fallsins. Það er að segja af hvað gerðir það sem kemur út úr þeir eru búin að reikna út úr formúlunum, búin að setja inn leyfileg gildi á x-in í formúluna. Við skulum pröfa að taka dæmi bara. Hér er mér gefin formúla. F er fall sem tekur inn tölur sem eru pósitívar og 0 er inkluderað og út kemur rauntöla og formúlan er gefið með f af x jafnt og rótin af x. Hér eru leyfilega tölur undir rót eru náttúrulega bara pósitívar tölur og 0 og tala sem kemur út er rauntala. Nú, við vitum reyndar þegar við erum með svona fall að það kemur ekki hvaða rauntala sem er út. Þær tölur sem er mögulega geta komið út kallast myndmengi fallsins. Það segir myndmengi, þannig við bætum við hugtaki, rifjum upp hugtak sem við skoðum áður. Það er allar þær tölur sem að koma út úr F þegar tölur úr forminginu eru setnar inn. Þannig að já, hvaða tölur geta koma út úr formúlunni. Í þessu hér tilfelli er þetta allar pósitívu tölur og 0. Ok, þannig að við getum skoðað þetta svona myndrænt. Rótin af x lítur svona út, hækkar og hækkar hérna. Formengið eru leyfilegar tölur á x-ásnum, hvaða tölur eru leyfilegar að setja inn og myndmengið er hvaða tölur koma út. Það dekka allan hérna þennan ós. Dekka allan ásinn frá 0 og upp í óendalegt. Nú, ef okkur er ekki gefin forskrift fyrir forminginu, þessi hérna er sleppt í hérna dæminu, þá segir formingishefðun okkar að við að velja staðsta mögulega mengi fyrir hérna x, þannig að eitthvað vit sé í formúlinni skrifum við. Skulum skrifa þetta hjá okkur. Og þetta er komið hér, formingishefðin segir okkur að ef við fáum gefna formúlu falls f af x án þess að formingið þessi tilgreint, þá fallir skilgreint fyrir alla mögulega tölur x, þannig að eitthvert vit sé í formúlinni. Nú, við snúum okkur nú á aðalmálinu. Já, ok, kannski ég segi eitthvað aðeins hérna að vera eitthvað vit sé í formúlinni. Þetta þýðir til dæmis að ef við erum með rótin af einhverju, færist allt til hérna. Þurfum taka rótina bara af einhver sem er 0 eða stærra. Ef við erum með eitthvað brot þá erum að passa okkur að deila ekki með 0 og ef við erum með 11 af einhverju þurfum við að taka bara 11 af einhverju sem er stærra 0. Svona til að taka dæmi. Þetta er svona aðal tilfelli sem við lendum í. Snúum okkur nú að málana sem er að við viljum finna andhverfu falls. Við viljum finna andhverfu falls sem við kallum f með formengið yfir í rauntölur og myndmengið jóð, sem sagt myndin f af y. Formengi, varpmengi, myndmengi. Ok, það er að segja við viljum finna eitthvað fall sem við getum kallað g. Sem að fer frá jóð, tekur inn tölur jóð og skilur okkur tölur í menginu y. Sem að vera þannig að g af f af x er rétt á x fyrir all x í formenginu. Og þá vera þannig að f af g af y er rétt á y fyrir all y í myndmengi f eða formengi g.
sem sama mengið. Við erum með hérna eitthvað formengi I og eitthvað myndmengi J og svo erum við með stak x hérna í formenginu og f sem sagt skuttlar stökum yfir í f af x sem fyrirfinnst hérna í J-menginu. Ok, G er svo andhverfafallið, þýðir að það tekur stak sem er hérna í J og hendir yfir í I-mengið og út kemur stakið x. Það er sem sagt, hérna, afgerir það sem f gerði. Skilur okkur á sama stað og við byrjum á. Ok, og til þess að svona fall sé til, svona fall G sé til fyrir eitthvað fall f, sem sagt að andhverfafallsins f sé til, þá þarf fallið að vera gagntækt. Þannig við þurfum líka að skilgreina það hugtak. Hérna kemur skilgreining 1. Hún segir okkur að fall f frá yfir í j, þar sem j er sem sagt myndmengi fallsins f. Svona fall er sagt vera gagntækt, þá því aðeins að ef ég tek tvö mismunandi stök í I-menginu, þá fæ ég örugglega tvö mismunandi fallgildi. Ok, sem sagt, skrifum þetta upp. Ef ég er með tvö mismunandi stök í I, þá leiðir af því að f af x1 er ekki jafnt og f af x2. Jafngilt þessu er að segja ef ég er með sama fallgildið, þá hlýt ég að vera með x1 er jafnt á x2. Þá hlýt ég að vera að setja inn sömu töluna. Ok, aðum nú líka að fall er gagntækt, þá því aðeins að sé hægt að einangra y í formúlunni. Þannig að ef við getum einangrað x í formúlunni, þá erum við búin að sýna fram á að fallið sé gagntækt og það sem meira erum við búin að finna andhverfuna og sjáum dæmi þetta eftir smástund. Þannig að það er hérna nokkra leiðir sem við getum notað til að sýna fram á að fallið sé gagntækt. Nú, fyrir graffallsins þýðir þetta að sérhver lárétt lína sker grafið í mestalagi einu sinni. Þannig að nú erum við komið með svona myndræna leið til að sjá fyrir okkur hvort það fall sé gagntækt. Og þetta eru nokkra af leiðinum sem hægt er nota. Það er til fleiri, við sjáum dæmi það seinna. Nú skulum við skoða dæmið það sem við nýtum okkur þetta. Ok, okkur er gefið fall f sem tekur inn rauntölur og skilar rauntölum og þetta er f af x er eftir 2x plus 3 og þetta þekkja flestir strax sem jöfnu beitnaðar línu. Ok, og svo skoðum við læt y verið eftir 2x plus 3 og þá sé ég get einangrað x, ég fæ x er jafnt og y mínus 3 deilt með 2. Þannig ég veit að f er gagntækt fall. Nú, önnur leið til að sýna þetta var að segja, ok, ég ætla að láta f af x1 vera jafnt og f af x2 og sjá hvert það leiðir mig. Ok, ég set x1 inn í formúlunum, þá fæ ég 2x1 plus 3. Ég set x2 inn í formúlunum, þá fæ ég 2x2 plus 3. Nú, ég dreg 3 frá báða megin við jafnaðarmerkið og fær 2x1 er jafnt og 2x2. Og ég deil með 2 báða megin við jafnaðarmerkið og fæ að x1 er jafnt og x2. Þannig að f af x1 er jafnt og f af x2 leiðir að x1 er jafnt og x2, þannig að ég veit að f er gagntækt. Ok, við skulum pröfa annað dæmi. Okkur er nú gefið fall f sem f af x er jafnt og x í öðru. Þetta er ekki gagntækt fall og við ætlum að sýna fram á það. Pröfum að gera þessu áðan að setja y er jafnt og x í öðru og reynum að einangra x hérna. Þá fáum við x er jafnt og pluss eða mínus rótin af y. X er semst ekki ótvírætt ákvarða. Það gæti annarkvort verið pluss rótin af y eða það geti verið mínus rótin af y. Þannig að x er ekki ótvírætt ákvarða.
Við getum pröfað að skoða mynd af grafi falsins. Og þetta svona flegbói sem við risum upp einhvern veginn svona. Og þá sagði við að lárétt lína má aldrei skera graf falsins meira en einu sinni. En hérna gerir það akkurat tvisvar. Þannig aftur erum við búin að sýna að það sé ekki gagntækt. Og hérna þegar við fá hérna niðurstöðuna. Svo F ekki gagntækt. Og við segjum í þriðja lagi þá getum við sagt ég ætla að pröfa að taka 2 mismunandi x-gildi. 2 sem ekki eftir -2. En ef ég set f á 2 inn, þá fæ ég 2 í öðru. Svo setja sama og ef ég set -2 í öðru. Svo sett með 2 mismunandi x-gildum gæti ég fengið sama y-gildið. Þannig að ég veit að f ekki gagntækt. Ok, við skilgreinum nú hvenar hérna andhverfan til og hvernig hún finnst. Ef fall f frá yfirríki j gagntækt, þá skilgreinum við f í -1 sem fyrir frá j yfir í i með því að f í -1 af y átt á x ef f af x átt á y. Þetta er skilgreiningin á andhverfinu og hvernig hún til. F í -1 kallast andhverfa f. Og til að við teiknum þetta aftur upp hérna, ég er með mengi i hérna, eitthvað stak x sem skutlast yfir í mengi j og það er f sem sér þann flutning. Þetta hérna er sem sagt skilgreining á mengi f og þetta er myndmengi f. Og f í -1 tekur stakið f af x og færir það tilbaka í x. Hér mengi j sem sagt skilgreining á mengi f og mengi i myndmengi f. Sér svona. Það gildir sem sagt að f í -1 af y átt á x jafngildi að f af x átt á y. Ok, við sjáum af þessu líka að ef ég tek f í -1 af f af x, ef ég tek f í -1 sérnastaki, þá fæ ég x. Og þetta gildir fyrir öll x í skilgreiningum fyrir hérna f og það gildir líka að f af f í -1 af i, skulum við segja, jafnt á i og þetta gildir fyrir öll í j. Þannig að ef ég tæki f í -1 fyrst á stakinu og svo f af því, þá myndi ég enda á sama stað og ég byrjaði. Nú, ein staðreynd í viðbótum andhverfuleg fall áður en við skoðum dæmi er að graf falsins f í -1 fæst með að spegla graf falsins f línuna y jafnt á x. Ok, og við skulum nota þetta til að skoða þetta myndrænt hérna rétt eftir. Við skoðum dæmi. Hérna er okkur gefið fallið f sem er bara skilgreint fyrir pósitívar tölur og 0 og skilur okkur tölu og gefið með formúlunni f af x jafnt á x í öðru. Þannig að til að teikna mynda hvernig þetta lítur út allt saman. Þá er þetta bara skilgreint fyrir pósitív x. Þetta er sem sagt bara hérna megin. Flegbóin hérna. Og við erum að finna andhverfuna fyrir fallið, segjum y jafnt á x í öðru. Það gefur mér að x jafnt á, venjulega myndi ég segja plus eða mínus rótina y, en hérna veit ég að x er bara pósitív tala, þannig að ég veit að ég get ekki fengið mínustölu það út. Þannig að ég er bara með rótina af y. Þannig að rótina y lítur einhvern veginn svona út. Með rótin af x, teiknundin í sama hnýtakerfi og svona gróflega álítið sést
að þetta er speglun línu y jafnt og x. Það er ekki alveg besta mynd í heimi en fáðu svona nokkurn veginn hugmyndarvandi. Þetta hér sagði okkur sem sagt að fallið er gagntækt og maður þarf að nýta hérna við x stærra 0. Þess vegna má ég taka bara pluss rótina. Svo f er gagntækt skrifum við. Og andhverfa fallsins f er rótin af x. Þannig hérna vorum við raun og að skoða fallið f af x jafnt og x í öðru þar sem vorum búin að einskorða okkur á ákveðið bil. Nú skulum pröfa að skoða sama fall en á öðru bili. Segjum okkur verður nú gefið fallið g sem er skilgreint á bilinu mínus óendanlegt upp í 0 yfir í röndulur og er gefið með formúlunni f af x er jafnt á x í öðru. Hér má ég bara setja neikvæðar tölur og þá er ég hér. Svo ég noti sömu mynd áðan. Þetta er g af x. Ok, svo pröfum við að sjá hvort það er gagntækt. Þá segjum við y er jafnt á x í öðru. Það gefur okkur að x er jafnt og mínus rótin af y vegna þess að x er minni 0. Minna jafnt og 0, hérna mátti líka vera jafnt og. Og þá vitum við að g er gagntækt. Og andhverfan, g í mínus fyrsta af x, er mínus rótin af x. Og til að teikna það hérna inn á myndina okkar, þetta er akkurat speglun af þessu hér x-ásinn, eitthvað eins svona. Og þetta hér er speglun línuna aftur y x, koma þeir hérna móti hver með öðru. Ok, eitt dæmi viðbútt, eða 2. F af x er jafnt og 2x plus 1. Og hérna segir, hér er ekkert gefið hvert formingi er, þannig að formingishefðin segir okkur að formingi sé allar rauntölur. Og svo segir við y er jafnt á 2x plus 1. Ég einangra x í jöfnunni og fæ x er jafnt á y mínus 1 deilt með 2 eða hálft y mínus hálfur. Þannig ég veit að f er gagntækt. Og þá er það líka andhverfanlegt og andhverfan er f í mínus fyrsta af x er jafnt á hálft x mínus hálfur. Og ég sjá hvort ég geti rislað þetta upp hérna. Og hérna sjáum við mynda þessu. Bláa línan er y jafnt á x. Appsínugulinu hennar er f af x og f í mínus fyrsta er rauða línan. Þannig sjáum hvernig þessu spegla hérna þessa hérna línu. Og lokum ætla ég að taka dæmi úr hornaföllunum. F tekur inn rauntölu og skilar rauntölu og gefið með formúlunni f af x jafnt og sínus af x. Nú, sínus af x er klárlega ekki gagntækt. Ef við hugsa myndrænt, þá er lárétt lína sem sker grafið, getur skorið grafið óendanlega oft og við segjum sínus af 0 er jafnt á sínus af pi en 0 er náttúrulega ekki jafnt á pi augljóslega. Svo sínus af x er ekki gagntækt. Ef það er ekki gagntækt þá getur ekki haft andhverfu, en af hverju ósköpunum stendur þá á reikniviljónum ykkar allra? Sínus í mínus fyrsta af x. Hvað þýðir þetta hérna? Og við ætlum að spjalla sem þetta í fyrirlestri.